með það að hann sé að hætta. Hans management skills finnst mér frábært og við erum svekktir að hann hafi tekið þessa ákvörðun að hætta. Kvennalandslið Íslands í körfubolta mætti Búlgaríu í undankeppni Evrópumótsins á Grikklandi í dag. Ísland hafði fyrir leikinn tapað fyrstu 3 leikjum sínum í riðlinum. Ísland í riðli með Slóveníu, Grikklandi og Búlgaríu og var ákveðið að leika 2 umferðir á Krít á Grikklandi í vikunni. Vegna kórónuveiru faraldursins var ákveðið að leika riðlana á einum stað í lokaðri búblu. Það hefur ekki verið óumdeilt að leika þessa leiki. KKÍ mótmælti því harðlega að leikirnir hafi verið settir á. En það hefur verið æfingabann hér á landi undanfarnar vikur. Búlgarar byrjuðu leikinn á miklum krafti og náðu fljótt mikilli forystu en staðan að loknum fyrsta leikhluta var 21-7 fyrir Búlgaríu sem var 23 stigum yfir í hálfleik 44-21. Búlgarar náðu mest 27 stiga forystu í leiknum en leikur íslenska liðsins batnaði til mikilla muna í seinni hálfleik. Sara Rún Hinriksdóttir var í algjörum sérflokki í íslenska liðinu. Hún skoraði 31 stig og tók 8 fráköst. Ísland vann síðustu 2 leikhlutana með 1 stigi en munurinn var einfaldlega orðinn of mikill fram að því og 21 stig sigur Búlgara var niðurstaðan 74-53. Ísland hefur því tapað öllum 4 leikjum sínum í riðlinum og er í neðsta sæti. Dustin Johnson, efsti maður heimslistans í golfi, leiðir Masters-mótið eins og stendur með 3 högga forystu þegar 3. hringur er tiltölulega nýhafinn, á samtals 13 undir pari. 3 kylfingar eru jafnir þar á eftir á 10 undir pari. Ekki náðu allir keppendur að klára annan hringinn í gær vegna myrkurs, en Tiger Woods sem á til að verja var einn þeirra en hann lék fyrstu 2 hringina á 5 höggum undir pari og er sem stendur í 27. sæti. Bryson DeChambeau sem margir spáðu sigri rétt komst í gegnum niðurskurðinn eftir annan hringinn og er sem stendur á pari. Þá er ekki fleira í íþróttum í bili. Íþróttir eru næst á sama tíma annað kvöld. Þangað til, verið sæl. Biðin er á enda. Rafbíll sem veldur straumhvörfum. Porsche Taycan. Porsche hjá bílabúð Benna. Já, komið sæl. Það var bjartur og fallegur dagur í dag, sérstaklega landið sunnanvert, enda alla læði núna í víðsfjarri. En það verður ekki lengi því að það er leið hérna milli Íslands og Bretlands sem eru á leiðinni hérna norður á bóginn og hún kemur nú til með að færa okkur norðaustanátt og svona þungbúið veður sérstaklega norðan og austan til og síðan á þriðjudaginn þá kemur önnulað hérna svona sömu slóð og kemur til með að viðhalda norðanáttinni þannig að það verða norðlægar áttir hjá okkur næstu dagana. Og ef við kíkjum á hitasviðið að þá er kalt hjá okkur og kemur til með að verða áfram og þessar lægðir sem að fara hérna fyrir Austurland að hlýja loftið sem að fylgir þeim við missum að því en það er opnað hérna fyrir þessu norðanátt og kalt heimskautsloftið kemur hérna til okkar og þetta þýðir bara það kólnar hægt og rólega hjá okkur svona fram í vikuna. Og Íslandskort morgundagsins, það gæti litið svona út, það verður norðaustanátt hjá okkur og hún gæti orðið hvöss hérna norðvestan til en aftur á móti svona verður hægari annar staðar en þó verður þetta þó víða nokkur strekkingur. Það verður svona að mestu liti skýjað á landinu, gæti kannski glitta aðeins í sólina hérna undir Vatnajökli en það verður nú að mestu þurrt sunnan- og vestanverðlandið en einhver éljagangur hérna landið norðaustanvert en þú gæti nú stöku él dottið niður svo sem í öðrum landshlutum. Nú síðan áfram á mánudaginn að þá er áfram norðanátt hjá okkur og hitatölurnar á niðurleið komið svona frost víðast hvar. Áfram verður einhver éljagangur landið norðanvert en þurrt og bjart sunnan til og síðan á þriðjudeginum að þá verður svona norðanáttin en svona ákveðnari hjá okkur þá svona bætir eitthvað í éljaganginum landið norðanvert en sunnan til ætti nú að verða þurrt og bjart og að það gæti alveg dottið inn stöku él og áfram heldur á kólna og það verður sem sagt frost allt land. Nú síðan á miðvikudaginn að þá förum við nú að sjá